Ég heiti Pétur Steinar Jóhannsson og ég greindist með eitilfrumukrabbamein þegar ég var 23 ára gamall. Ég var að byrja mína síðustu önn í háskóla þegar ég greinist. Var svo að flytja heim frá Akureyri á Hellisand og var að byrja að vinna og svona fara út í lífið eftir skóla. Já, þetta var mikið högg sko að segja við 23 ára strák sem var einhvern veginn tilbúinn að fara út í lífið en það þurfti alltaf að bíða. Ég tækla þetta verkefni með ákveðnu æðruleysi. Ég tel mig vera með mjög sterkan haus og mér langar að klára hlutina ef ég byrja á þeim. Kraftur kom við sögu bara daginn eftir að ég fer til læknis og þá heyrðum við fyrst orðið eitilfrumukrabbamein eða Hodgkins lymfóma. Fyrsta sem við gerum að fara inn á samfélagsmiðla hjá Kraft og leita af reynslusögum af því að það vakna svo margar spurningar í ferlinu. Þú veist, hvenær misstir hárið eða hvernig fór þessi lyf í þig eða hvernig sem það var. Þetta lífsreynsla sem að mun fylgja mér alla ævi. Ég þroskaðist mjög hratt á stuttum tíma. Ef maður ætti að taka það góða úr þessu þá maður svolítið tilbúnari inn í lífið með þessa skuggamynd. Þetta alltaf minn skuggi. Ég fékk þær fréttir í sumarið 2024, júlí byrjun, að ég væri laus við krabbameinið. Óendanlega þakklátur og síðan þá hefur lífið verið mjög gott. Ég bara byrjaður að vinna þó maður sé stundum óþolinmóður að maður sé ekki í sama formi og standi maður var. Þá kemur það bara. Lífið núna, það andstaðan við morgundaginn, að við getum ekki verið að undirbúa hamingju morgundagsins með deginum í dag. Þess vegna lífið núna.